verið velkomin í félagsmiðstöðina. Við erum með nýja fjölskyldumeðlim Árna. Já, þetta hún Sofía Laufey, Árnadóttir Kastaneda, Margaríta Kjærstedt. Margaríta Kjærstedt. Já. Hún hét hún bara Sofía eða hét hún líka Laufey? Er það í höfuð? Bara Sofía. Það er í höfuð á longum hennar. Já. Og svo en Margaríta? Nei. Bara uppáhaldsmaturinn minn. Já, þú elskar Margaríta. Og Kjærstedt, hvað er það? Mér finnst bara skemmtilegt nafn. Kjærstedt. Það er eitthvað geðvægt nafn. En já, velkomin í félagsmiðstöðina. Já, mér langar áður en að við byrjum að tala um eitthvað, þá langar mér að beðast afsökunar til Barry Keegan. Ég talaði, við töluðum útlitið hans, það væri skrítið okkar. Og ég sá núna að hann var að gera viðtala sem hann liði illa út af umtalinu á netinu. Já, sem er okkur. Ég held að þetta hafi mögulega byrjað hjá okkur. Heldur að við höfum verið kornið sem vilt mælin. Vorum við eitthvað að tala um útlitið hans? Ég myndi aldrei vera að tala eitthvað um útlitið hans. Nei, ekki ég heldur sko. Ég er bara að tala um ef við myndum gera það, bara sorry ef við myndum gera það einhvern tímann, skilur, en við höfum ekki gert það hingað til. En ertu búin að sjá myndir á honum? Jaha? Nei, ertu búin að sjá myndir á honum þar sem að skilur, það er svona einhverja myndir þegar hann var með Sabrina Carpenter? Já. Og núna? Já. Það gerðist eitthvað sko. Já, hann er öðruvísi sko. Er það ekki ég? Jú. Ég bara drepa hann núna erum við bara alveg, jú, hann er ógeðslegur sko. Nei, hann er það ekki. Hann er öðruvísi. Já, það er smá eins og hann sé með svona Benjamin Button eitthvað, svona eins og hann sé gamall en ungur. Hvað er hann ungur? Er hann ekki bara 98 eða eitthvað? Nei, ef hann er 98, þá er hann rough 98 sko. Fyrir, hann er fæddur 98? 92. Já, einmitt. Hvað er Sabrina Carpenter? Er hún ekki 95 eða eitthvað? Ég ætla að segja hún sé 98. Sabrina. Ég sé hún sé 97. Hún er 99. Hún er 1,52. Já. En já, við vildum bara segja að hann er bara mjög eðlilegur útliti. Já. Og flottur. Hann er flottur. Ég satt vorkennd honum smá. Já. Og hann setti eitthvað inn hann. Einmitt. Já, og ég bara myndi það sem þú varst búin að segja. Þannig að ég vildi bara tala um þetta. Mér finnst gott að þetta var bara það fyrsta sem þú bara árum lengar að halda. Já, ég sá þetta í gær, ég skrifa þetta hjá mér, ég bara, við verðum að, hann er flottur. Maður á ekki að tala um útlitanara. Nei, það er rétt. Við erum félagsmiðstöðin og við erum í boði Hagkaup og Takkafsins og Dominos og Happy Hydrated. Happy Hydrated. Yes, sir. Happy and Hydrated. Sko, já, Margaríta. Ég er farin að fatta það aðeins aftur. Það er gaur, það er besta leiðin til að dæma pizzastað. Það er að fá sér eina Margaríta sko. Margaríta á Dominos hittar, það er bara ef það er langt síðan að þið panta ykkur Dominos eða panta ykkur Margarítu, prófið að panta, til dæmis ef fólk á ekki börn eða eitthvað skilur, þá er ekkert endilega mikið að panta Margarítu. Takið eina Margarítu og finnið þið bara, þetta er bara nostalgía, þetta er bara öll barnaafmæli sem maður fór í. Já, ég var smá búinn að fatta þetta aftur í gegnum Hauk, skilur, hann vill Margarítu og ég var svona, þetta er alveg næs. Þetta er næs. Já. Stundum þarf maður ekkert að flækja þetta. Nei. Já, hvernig er hún búin að vera? Sýnum við þetta. Sofía, hún er bara kóngurinn sko, hún geggjuð, mjög ánægð með hana, hún smellpassar inn í fjöluna. Og ekkert bras? Eitthvað smá en ekkert eitthvað svona alvarlegt. Ekkert alvarlegt sko. Hrítur svo fáránlega hátt, það gleymur allt húsið sko. Aha. Já, en þú veist, mér er alveg saman, ég sef alveg fast sko. Og strákarnir líka, kannski það að Sara. Aha. Já, það er svona, hún er eitthvað. Já. Hún er til að kaupa eyrnatappa. Já, ég hugsa að það er til eitthvað svona fancy eyrnatappar, eitthvað svona, hvað heitir loop eða eitthvað. Já, hún á þannig. Já. Og það er sterkara. Já, ég held það sko. Hún er bara svo traktor. Já, hún er svo miklu stærri en ég held. Já, hún er geggjuð. Þungdin í pundi. Hún er mjög þung, eða þú veist, she's very heavy. Já, big boned. Já. Hún skilur ekki ensku sko. Nei, ekki enn. Ekki enn þá. Við erum að kenna henni. Já. Herri, ég ætla að spyrja um nokkra hluti. Já. Sástu hann að, veist hver Alan Ritchson er, leikarinn? Já, ég sýndir hann.
Má sjá. Í hverju leikur hann? The Reacher Já, Blue Mountain já, State Blue og Mountain State, já, nákvæmlega. Sannst að hann var að lemja nágrann sinn. Nei. Það er vídeóði við Í alvörunni? Já, ég ætla að sína það. Læta bara setja það á Instagram í okkar. Hann Bíddu, var ok, bara buffan. Í alvörunni? Já. Þetta er sko þannig að þetta er Thad í Blue Mountain State. Já. Stóri ljósari, hann leikur líka, já, leikur. Það var nýmyndað á Netflix að koma inn eitthvað War Machine Já. með hann með aðleiturki. Má sjá, Reacher star allegedly attacks neighbor in front of children. Ok. Börnin hans. Já, ok. En byrju, hvað er hann í hvíta? Hann er bara buffa gæðan sem liggur. Er hann, já, má sjá. Svo keirir hann mótorhjólinu sínu eitthvað. Já, byrju, missi tök á hjólinu sínu, ok. Líka gæinn stendur bara strax upp. Já, og ef þeir eru bara eitthvað að rífast þarna. What? Það kom bara inn á hann. Á TMC, mjög virtan miðil. Já, ok, heyrðu, hann er bara bomban. Já, What? Þetta er þetta grillað. þetta er ógeðslega skrítið. Heyrðu, líka annað. Já. Varstu búin að sjá hana með Bachelorette gæluna? Já. Sem átti að vera Bachelorette. Já. Og Inga var gett spennt eitthvað svona, ég var að horfa á þetta saman, ég bara, já. Svo bara kemur eitthvað vídeo, hann er bara fucking ráðast á manni sinn og kastar stól sem, og einn fyrir í badnið hennar, Já. eða þeirra eða eitthvað. Þetta er svakalegt, sko. Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt, ég var að horfa á þetta, ég var bara, hvað er að gera Já, þetta? og það var bara cancelled þættirnir bara. Já. Áður en þeir byrjuðu. En svo er samt eitthvað að vera að tala um að, ég veit samt sem ekki hvort það kom eitthvað í dag, en að, sem sagt, að hvorki ABC nýja Bachelorette séu officially búin að posta að þetta sé hætt, þannig að kannski sé að vera að nota bara sem promotion. Heldur það? En ég sá einhverja grein þar sem var að tala um að það er að cancella þessu. Já, það er alltaf að tala um það, það hefur samt ekki komið inn á Instagrami hjá neinum, en hvað veit ég? Er þetta ekki Instagram official? Ég var að byrja að horfa á þætti sem heita The Pharmacy, þetta er tvo vini sem að stofna apotek saman Ok. og það gengur ógeðslega vel eitthvað lala, svo langar öðrum að þeim að fara að rækta aloe vera Ok. og hinn vill það ekki Ok. og Það Og er þá- ofta en það er svo mikið læti inni. já, Takk. og já, hinn vill fara að rækta aloe vera og hinn ekki Já. og þannig þeir, þú veist, hætta einhvern veginn með apoteki saman, hinn stofna sitt eigið apotek Já. og hinn er bara að rækta aloe vera og það gengur bara ógeðslega vel hjá þeim báðum. Þetta hljómar svo geðvikið þetta. Þetta er ekki sammála? En veitu, hvað er pointið? Í þátturum? Bara að, þú veist, þóttum maður sé ósammála og getur maður alveg gengið vel, skilur, Já, sikulega. þetta er svona fallegu boðskapur. Já, Ok, en býtu, og af hverju er þetta að horfa á þessu þætti? ég er að djóka. Ég Já, er ekki bara að... þeir eru stóð apotek saman og svo fara þeir eitthvað að rífast og hann fyrir stóð annað fyrirtæki og það bara gengur sjúklega vel. Já, og hinn vill bara rækta sitt eigið aloe vera, en hinn vill ekki, þannig að hann stofn sitt eigið apotek, en hinn er ennþá með apoteki, sko, og ræktar aloe vera bara fullu, og það gengur ógeðslega vel, og margir kaupa aloe vera þann, sko. Ok, það er Og- stórt. Já, en apoteki og hinnum gengur líka bara alveg freka vel líka, sko. Ok, það er samt, það er alveg plott. Já, algjörlega. En þeir náttúrulega, þetta náttúrulega, en náttúrulega, þetta máli er náttúrulega, þetta klífur náttúrulega vinahóp, sko. Þú veist, að það er strákandi sem standa með honum sem vill rækta, Já. hann vill rækta stegi alveg vera, menn hinn er bara flytjað inn, skilur. Ok. Og þú veist, og það sem hann vill meina með það er að það sé ódýrara, Já. en hinn vill meina, ok, það er dýrt starkkostnar að byrja að rækta alveg vera, Já, en in the long run er þetta að græða á því, sko. þetta er alveg, já. Þetta eru þættir sem fólk, The Pharmacy, þetta eru sænskir heimildaþættir. Já, þeir eru sænskir. Sænskir Er þetta heimildaþættir? Þetta er heimildaþættir. Já, og ég held að vera leikni þættir. Ég bara, jú, þetta er þetta fokki skríti koncept af þáttum. Ég er svona fokkir, þetta er ekki neitt, sko. Þetta er ekki til. Þetta er eitthvað leiðilusti þættir allar tíma. Já, ég var líka bara, býtu, Já, hann er þetta. það gengur bara sjúklega vel í þeim bóðum. Já. En vinahópurinn klofnar. Já. Já, ok. Þetta glífi vel á, sko. Viltu glas, já? Já, ég til, já. Varst þú eitthvað að horfa á Hannah Montana þegar þú varst yngri? Já, ég var að hann var þannig gaur. Það er alveg stórt, sko. Það er að koma hún sé að koma reunion, aftur. það er að koma 20 ára reunion á morgun. Býtu, já, ok. Og þetta er eitthvað svona þáttir. Þetta er ekki hann að Call Her Daddy gælan er með þáttin eða eitthvað. Jú, og Podcast, heyrðu, ég var bara að loka skúffunni, slakað á gamla. Miley er búin að taka upp lögin aftur. Já. Og, Það? já,
og þú veist, ég veit ekki alveg hvað það verður, en svo eitthvað drama yfir að hinn sé ekki með, sko, auka hlutverkinu. Já, vinkonunnar. Já, vinkonunnar. Mástu það? Ég manna ekki. Horfðir þú á þættina? Já. Disney Channel var svo ógeðslega stórt í Danmörku. Já, í Danmörku, já, bjóst það. Já, ég var með, við vorum með Sky heima. Já. Og horfðum á þetta þar. Líka, eitt líka sem ég langar að ræða sem var þegar ég átti í Danmörku bara 2008 sem ekki ennþá komið til Íslands. Þá gæstu verið að horfa, þess að ég geti verið að horfa á Hannah Montana og svo á fjastýringunni gæti ég skipt tungumál. Já. Svo gæti ég hort á dönsku, ensku, norsku, finnsku, fullt af tungumálum. Skilur á meðan eins og í dag, þú getur ekki horfa á, teiknimynd á íslensku, þú getur ekki valið að hafa það á ensku eða Jú, inn á Netflix og Disney. Já, Netflix, en þetta var bara sjónvarp, bara í afruglaranum, skilur. Mitt. Má sjá. En sko, tölum aðeins Hannah Montana, af því að það er búið að vera eitthvað svona umræða þú veist, hvað er Disney Channel Mount Rushmore? Ertu búin að sjá það? Nei. Það er svona, gellan Raven Simone, That's So Raven. Já. It's the future I can see, That's So Raven. Hvernig það? It's mysterious to me. Þetta er lag. Hvað var þetta? It's mysterious to me. Þetta er lag. Ég kannski var ekki alveg hvernig lagið er. Orlando, hvað heitir það? Orlando Brown. Orlando Brown. Viltu fá hann í rúnunni eða? Hann er keksunum. Hann er alveg farinn. En hún var eitthvað spurð í einhverju podcasti, Raven, að hvað væri Disney Channel Mount Rushmore, þú veist, hver var svona stærstu stjörnunar, ég man ekki hvað hún sagði, en hún sagði ekki Miley Cyrus, hún sagði Hilary Duff, hún sagði held Shia LaBeouf. Vá, ég var til í Orlando Brown og Shia LaBeouf reunion, sko. Það var ekki aðeins. Óþægilegt Disney Channel reunion. Viltu borða það? Já. Já, ég skrúnaði borða þetta. Ég veit þetta cozy samt að vera að taka upp heima. Já, ég fylgði það. Þetta er mjög næs. Ég vona líka að fólk vilji bara það, við séum bara eitthvað chilla og spjalla og... Svo þegar við erum orðnir ógeðslega ríkir og bara vinnum fulltime við að gera podcast, þá verðum við bara með svona myndalri öllum hotnum, þannig að þegar ég fyrir eitthvað inn í eldu skilur... Já, eftir að þið bara, það er þetta geðveitt. Það væri samt eitthvað nýtt ef við myndum ná að rigga eitthvað svoleiðis upp. Ég sástu ég held að hann hvað heitir hann, Benny Blanco og Ed Sheeran og Lil Dicky. Já, þeir eru bara inn í einhverju... Þeir eru bara inn í einhverju íbúið eða húsi eða eitthvað og það virtist vera svona skipt á milli skilur þetta er kerti og þú ert ekki að fara að sleikja það verður næsand að vera bara með nokkra myndali hérna við erum bara eitthvað röldum hérna þú séum að ég megi komast eða takk en já, hvað er þitt? Já, en þú veist þér ekki Second Cody? Jú, ég er nefnilega gaur, það er enginn að tala um Second Cody gaur var tímamótastöf nei, það er í alvörunni, var legendary dót já, 100% Horfðir þú mikið á Second Cody? Já, Second Cody og hana og That's So Raven og ég horfði líka á hana Camp Rock, mannstu því Já, ég tók High School Musical en svo var hana, hvað heit hann Cory in the House Já, hann er alltaf bróðir Raven Í alvörunni? Nei, ekki Það er smá racist þar ef þau eru það ekki Nei, sko, en svo var líka Cory in the White House, var það ekki? Jú Já, það er Cory in the House, býtum Ég held að það sé bróðir hennar En hétt ekki bara Cory in the House og það fjallaði mann verið í The White House Jú Já, based on That's So Raven Já, en er hann, var hann í þáttunum? Hann var bróður hann í þáttunum, skilur Já Og hérna Já, ég man þetta því og ég var mikill Camp Rock maður, sko Já, þú líka elskar útilegur og rock Já, ég dýrka útilegur og fucking rock, sko Já, og náttúrulega Second Cody og svo var já, svo einhvern veginn urðu þeir ekkert eitthvað svona hjút stjörnur en svo komið þeir aftur eitthvað Er hann ekki smá skrítinn hann að gaurinn, eða? Annar er það Gaur hérna jú, hann er svona arti eitthvað en svo náttúrulega, má náttúrulega ekki gleyma sko, Ariana Grande kemur þaðan Selena Gomez kemur þaðan Allir nema Bieberinn Demi Lovato kemur þaðan Já Ég var búin að gleyma að Shia LaBeouf kom þaðan, hann var alltaf fyrir okkur tíð en var ekki líka Leonardo DiCaprio? Ég veit það ekki Nei, kannski ekki En já, ég myndi segja að fyrir mér er, hvað er það, 4 Disney Channel svona Mount Rushmore það er þá
þú veist, second Cody í einu plássi á Já. þessum 4 Miley Cyrus Raven Simone, er það ekki það? Jú. Og En mér finnst þetta að við tökum Raven þá getum við ekki tekið Corey fyrir mér. þá getum við ekki tekið, Raven er alltaf stærri en Corey. Já, samanlega. Og svo myndi ég setja Hilary Duff þarna. Já, ég var líka sko, en hann var líka eitthvað steiktur hann að Corey, Kyle Massey, mást ekki að alltaf hanga með Justin Bieber að rappa og eitthvað. Er það? Já, mást ekki því? Nei. Ég er að sína eftir. Hann gáði ykkur lög sko. Ok. Já, talandi barnastjörnur. Já. Það er alltaf búið að tala í svona tíma að hann var handtekinn hann Justin Timberlake. Já. Og það kom eitthvað að tekin eitthvað under the influence. Nickelodeon eða Já, það ekki, eitthvað svoleiðis. Hann og Britney Spears. Ekki Leonardo DiCaprio, það var hann, já. Já. Og nú var verið að releasa myndbandinu. Já, ég Hann er vel rugglaður, var ekki löngu búið að releasa þessu vídeo? Ég held ekki, já, það var bara lýsingar held ég, og hann var eitthvað hann var bara eitthvað, mér minnir að það var bara fyrir helgi eitthvað fréttur um að hann var bara eitthvað að berjast fyrir að það kem ekki út eitthvað. Mér finnst það líka alveg smá gali í Bandaríkjunum að þá er allt svona public. Já. Þú veist að bara ef þú ert handtekinn að þá er þá er bara eftir eitthvað ákveð tíma þá fer það bara nýttið. Já. Og þú veist, þú getur ekkert gert í Nei. og hann er eitthvað bara alveg vel fullur sko. Já. Já, þú veist. Ég er ekki með að sjá vídeóið. Skrítin að svara hann eitthvað what are you doing? I'm on world tour. World tour? It's hard to explain. It's really hard to explain. I'm Justin Timberlake. Eitthvað svona óþægilegt sko. Svo er það að láta hann gera hann það sem að svona taka svona hænuskrif eða þú veist það sem hann er að svona Já, lappa línuna. lappa línuna og eitthvað það gengur ekkit það gengur ekkit eðla illa hjá honum. Og svo, en svo var líka eitthvað vídeo það sem hann er að horfa á eitthvað skráninguna á sér og sér eitthvað það sér að skrána sér hvítan white en það er svona að hlæja hann er ekki alveg komin í góðan gír hann sko. Jesus. Já, Það er að gera gott úr þessu. Já. Nei, ég er að tjóka, eru ekki bara feskir? Er ekki feskir eða? Já. Hefur kert fullur eða? Nei, en þú? Nei, ég myndi aldrei gera það. Var það þess að sem þú tókst ekki bílpróf þegar þú varst 25 ára? Nei, sko, ángurins, ég er alltaf fekk bílprófið því á 22 ára eða eitthvað, það er 21 ára, ég man ekki hvort, 22 ára, nei, 21, ok, allavega. Og það bara, ég keyrði ekki fyrir það. Og það er svo, ég er svo skrítinn með svona sumt, Já. þú veist, að þú veist, það er sumt sem er sagt við mig og ég bara tek því bara algjörlega og mér, þú veist, þannig skilur bara, ég vissi bara í hausnum á mig bara eitthvað, ég kann ekki að keyra. Já. Ég er ekki að fara að reyna að keyra, fattar við? Það var alveg oft sem að, þú veist, það kom alveg upp eitthvað svona moment þar sem að, þú veist, Já. eitthvað, ég man ekki, ég var edrú og strákarnir fullir eða eitthvað og þú veist, í staðin fyrir að taka leigubíl þá hefði ég auðvitað geta keyrt, skilur, en ég er ekki með bílpróf, ég kann ekki að keyra bíl. Mér finnst það fyndið að vera bara tvítuð, bara, ég kann ekki að keyra, sko. Bara, ég kann það ekki, sko. Þú veist, þetta er bara svona, já, ég kann ekki. En það var, sko, þú veist, í kringum, ég man, þú veist, þarna þegar maður var ekki eitthvað 16, 17 ára eða eitthvað. Já. Það var svona sumum sem að fannst ekki tiltökumál að keyra fullur. Nei. Að fá sér 3 bjóra og keyra. Mér finnst það gali. Já. Eins líka að vera, ég veit, já, eins sem að vera ekki í belti. Mér myndi ekki detta í hug að fara í bíl og ekki setja mig á belti. Ekki? Nei, ég bara þetta er svo lítil hreyfing til þess bara Þú ert líka ekkert eðla góður í þessari hreyfingu. Bara, já, ég gerði það bara mörgusnum á dag. Já, pælir í því, bara autopilot. Já, bara Já. Nei, já. Já, það er alveg, ég er mannalega eftir því, sko, sem úlingar, skilu, það voru bara sumir sem bara, og það var kannski bara, þeim fannst það bara töff. Já, einmitt, aldrei það. Aldrei töff. En svo grillað, sko, og svo er kannski að spila eins og til mér spil í salnum eða eitthvað, salnum í Kópavogi og mér finnst ekki tiltökum að hoppa upp á svaðirnar, skilur það sem að ég gæti dottið niður og bara örkumlast. Já, ég man, ég var að spila einhvern með þér þar þegar þú varst eitthvað tæpar að detta. Ég er næstu í þetta, já, það er á TikTok, ef fólk vil sjá TikTokinu mínu eitthvað, svo þetta reyndar neðarlega, en já, það náðist á vídeo þegar ég bara missi smá jafnvægi og ég bara næstu í dottir niður af bara sölunum. Ég held ég hef ekki gert það aftur eftir það. Nei, maður á ekki að taka svona risk, maður. Nei. Líka, þú veist, hver ég verð að færa heldur þetta heyrist? Ég veit það ekki, en ef þetta heyrist þá. Já, það er þetta. Þetta er Sofía.
Þetta er svo mikið, þetta er svo rosa hversdagslega Svo vondi hérna, ég er að draga Við bæði erum bara að passa hana hún er bara ein heima, þannig við fórum hingað að taka upp þáttinn eins og við sjáum þá erum við ekki í stúdíun okkar við erum heima í Árna ég er smá stíplaður, eins og þið kannski heyrið og við erum með Sofíu Já, já, líka eitt sem ég ætla að segja þér frá Já. sem að ég var veit ekki hvort ég hef sagt að ég var larpari þegar ég átti í Danmörku þú varst ekki líka bara 7 ára eða? ég kom heim náttúrulega 14 ára en ég var ekki að larpa þegar 14 ára en þú veist, ég fór heila helgi Já, það var kannski yfirgefni kastalar já, það var kannski bara 2000 manns bara 2 lið, skilur, 1 lið er að verja kastalan og hitt er að reyna að komast í hann og ég var bara gist í hann í einhvern tjöldum og borðan og með bara skilmast í alveg Já. Hvað varstu gamall? ég verið klæður 10 ára eða eitthvað Mér finnst það geðvægt þetta var geðveikt sko. Mér finnst það ekki skrítið nei, en þetta er Ég var ennþá bara ég var bara í Pleim og þannig til ég var 12 ára eða eitthvað sko aha, Já, ég var 10-11 ára eitthvað og við vorum, þú veist, svo mann nýja svo var þetta svo óseggjart, svo var kannski bara einhver 20 gaurinn búin að vera þarna ekki til lengi, hann var galdrakall já, Þú veist, hann gætt bara hendi ykkur pósun á mig og þá var ég bara að fara tilbaka, skilur það Nei. jú, en svo var maður stundu svona drepinn, laðist niður og beið þá til þeir fóru og maður held bara áfram, Já. skilur ég bara svona, ég nenni ekki að byrja aftur upp á nýtt Hvað heitir þetta? Þetta er mikið role models myndin sem er eitthvað svona larp með hann að gaurinn sem leikur Stifler Vá, ég veit það ekki og Paul Rudd það hljómar eitthvað ekkert eðla vel, ég veit þetta ekki hvað mynd það er og hann að McLovin Jú, Manstu ekki eftir þessari mynd? nei, ég man alveg eftir þessu plakati, ég held ég hef ekki séð hana Í alvörunni? Er þetta bara mig, basically? Já, basically sko Þetta er einhverja 2 gaurar sem er að selja orkudrykki og taka einhvern gaur ungan gaur eitthvað þú veist, já Já, geðvitt Þetta finnst þetta ekki hljóma vel eða? Jú, en ég var alveg til í, sko, það var alveg fyndið einhvern tímann sko, ef við værum, segjum að við værum komin í áskrift og það gengir rosa vel og værum eitthvað það væri óslega gaman að við myndum gera eitthvað svona special þætti sem við myndum Já. fara bara eina helgi til Þýskalands í eitthvað LARP festival og værum bara með tökumann með okkur Já, það væri fucking fyndið, sko, ef við værum bara sikkur á liðinu það mætast einhvers staðar hey! það væri ekkert eðlilega gaman Já, ég er til í það Já, ég ætla hérna líka við tölum daginn Já, að manni finnist alltaf hérna barnimanns svo miklu sniður en önnur börn og svona já og finnst þér það heldur að smitist yfir á hunda finnst þér Sofía ekkert eðlilega klár og ekkert eðlilega sniðug og ógeðslega flott og dugleg Já Mér finnst, hún er sko, ég held hún sérendarlega hún er mjög vel upp alin sko. Já, algjörlega, líka með hún er mjög þroskuð eða ekki Jú, Með hún er Valdur. sko með Valdur, já Nei, hún er 6 mánaða og hún bara pissar og kúkur úti og bara sest og hérna og kemst upp í sófa sjálf og hún er svo mikið, ég elska hana ég Já. elska hana svo mikið hún er ógeðslega sæt Já, ég er bara hún er besta mín sko og ég líka svo, herðu, talandi ok, úr einu í annað ég var að klára plötuna Já, platan er, manstu ég sagði við þig að ég ætti að klára hana fyrir föstudaginn Já. næstu viku og það er það það var, ég er enda að klára hana á sunnudaginn að því ég frestaði sessioninu og hvernig líður mér líður svo vel og ég er svo peppaður að bara að því að ég er búin að vera rosa mikið í stúdíónu bara frá skilur hvað er það mörg lög? 9, þetta eru 8 lög þetta er eiginlega, já, ok, þetta eru 8 lög 1 outro og svo 1 interlude þannig að þetta eru 10, þú veist, tracks Hvað er ádróið? Er það eitthvað sem ég heyrt? nei, þú ert ekki búin að heyra það er svona stutt lag, lagbútur, mínúta eða eitthvað Og byrju að þetta er, hvað er mörg lög Þormóður? það eru þá sko 3 ef ég tel hann með interlútið og outro líka skilur þannig að hann er með interlút, outro 2 síðustu og svo er hann með 24 tommur og nágrannar þannig að hann er með 6 svo Joe með 2 beat Geðvikt Tryggvi hérna í tónhil með 1 og hann hérna Áski Kristján með 1 ég er mjög spenntur, mér finnst þetta mjög góð plata Þannig að þetta eru 10 já, Ok 10 tracks Já, ég er ekkert eðlilega spenntur Ég er náttúrulega búin að heyra já, ég hefði búin að heyra langmest Já En ég á eftir að heyra að það er eitthvað feature og eitthvað langar að tísa eitthvað eða? já, nei, Ekki? það kemur bara í ljós Ok en það eru góð features
En ég ætla líka Þau eru góð. Nei, já, ég ætla að setja hana inn sko, ég ætla að setja hana inn og fyrstu vikuna þá munu ekki standa featurein. Þannig að þú bara setur hana í gang og lætur hana rulla og svo bara kemur bara eitthvað, skilur. Það væri geðveikt ef að það væri að stilla þannig að það kemur inn á hjá fólki að búið að hlusta einu sinni í gegn. Já. En ég get prófað að forrita það fyrir því að þú vilt. Takk, það var ekki eitthvað Skoða þetta eitthvað, já. How to forrita. How to forrita. How to code. Júlli hérna sem á Esjörg með mér, Já. hann var nú eitthvað daginn bara eitthvað að búið til einhver heimasíðu bara með ChatGPT eitthvað. Það? Já, þú varst bara eitthvað svona, I want this. Hún bara, já, hérna. Nei. Jú, ógæslega skrítið. Þú vorum samt bara eitthvað að prófa en Ok. gælega að þetta sé bara hægt. Það er insane. Þú bara með þetta í hliðinni, bara ég væri til í að En er þetta ekki líka eitthvað svona, ef þú kannt að forrita að þá, þú veist, þá myndir þú segja, já, þetta er aldrei að fara að virka. Jú, öruglega. Þetta er bara eins og Lélegu bakandi. Þetta verður niðarlega á Google. Já, þú veist, eða bara þetta virkar ekki, skilur, bara eins og hérna, fólk er núna eitthvað, þú veist, já, það er ekkert mál að gera, þú veist, svona lag, skilur. Fattur þú? Já, reyndar, já. En já, það getur alveg vel verið, sko. Mér finnst bara að fyndi að maður geti látið bara eitthvað. Já. Mér langar að taka þig í, hérna, hvort myndir frekar. Oj. Í boði Dominos. Dominios. I like. Má ég fá símaðinn á hana? Já, Takk fyrir það. Má ég sjá. Ok. Hvort myndir frekar í boði Dominos? Já. Hvort myndir frekar skafa á þér andlitið einu svona dag? Já. Þú ert bara alltaf, þú ert alltaf clean shaven for life. Já. Þú mátt aldrei aftur vera með skegg. Nei, Aldrei máttu, þú ert mjög flottur með skegg og Takk. með máttu. Líka alveg flottur hins einn, takk. en þú kannski fílar að minna. Eða hætt að drekka gos. Er orkudrykki gos? Já, allt sem er með gos í. Ég hugsa að ég myndi bara hætta að drekka gos og Þú er skeggjaður. Já, og eða bara geta allavega verið skeggjaður Já. og drekka kaffi bara. Fílar kaffi það? Já, ég fíla það. Ég er svo pikki með, ég vil ekki drekka ómikið koffín, þannig að ég tími ekki bolla. Ég fæm frekar Monster, skilur. Já. En þú ert með bolla. Já, ég er með rjúkandi bolla. Þetta er kerti, en svo er ég með Monster í það. Er þetta kerti? Já, vissir ekki? Ég held að þú komst með kaffibolla. Nei, þetta er kerti. Mér varst þú svo, þú varst eitthvað, er þetta heitt? maður? Þú komst einhvern veginn úr eldur sinni eitthvað svona, þetta er svo heimilslegt með bolla. Ég bara, já, Nei, heldur út. þetta er ilmkerti. Þess vegna sagði ég að vera svona cozy, sko. Cozy lozy. Þetta er cozy lozy in the posy. Já, ég myndi sleppa cozy. Þú sleppir gosi, ok, heyrðu, hvort myndir frekar? Ég vil líka ræða samt, sko, hvort myndir frekar síðast, ég hef svona hálf miskildi allar spurningarnar og það var bara þess að ég fær aldrei sturt og verður bara alltaf að naga með neglurnar og eitthvað. En já, halda rám. Ég setti þið upp svolítið þar. Já, þú gerir það. En ég er ekki að því núna. Núna er ég að gera þetta í alvöru. Næs glös. Takk fyrir það. Hvort myndir frekar fá þér tattoo í andlitið? Já. Þú mátt ráða hvað það er. Eða segja, ertu eitthvað tregur? Einu sinni í viku við Lukas. Að eilífu? Já. Það mun vera mjög erfitt, skilur, þegar hann er bara eitthvað 8 ára gamall. Ertu eitthvað tregur? Þú segir bara, ertu eitthvað tregur? Einu sinni í viku. En ég er náttúrulega, hann er á þannig aldrei, ég get aðlega hann upp við að tregur þýðir bara geggjaður. Já, en svo kannski bara byrja hann í skóla og byrja að segja allir einu sinni um það séu tregir. Og það er eitthvað, hvað mennur þau? Og það er því geggjaður? Nei, því er ekki geggjaður. Ha, en pabbi minn er alltaf að setja það mig. Ha, og svo bara batnaði þetta mál. Já, ég myndi fá mér tattu í andliti bara. Það? Já. Kom þér fá þér? Tregur? Ég myndi fá mér, ég náttúrulega með blettin eða í andlitinu. Ég myndi fá mér bara eitthvað svona rautt í kringu það, eða rautt hjarta í kringu það eitthvað. Nice. Takk hérlega. En samt sko, ég hugsaði samt sko, ef ég myndi bara alan uppi, bara tregur sé bara geggjaður, skilur. Já. Þetta er bara eins og sumir finnast ágætt vera bara allt í lagi og sumir finnst ágætt vera fullkomið. Geðveikt. Já. Flottur. Þannig að bara ef synið þínir fara eitthvað í skólan og eitthvað segir, þetta er nú bara alveg ágætt hjá okkur og þá halda þeir að þetta sé kannski bara miðlungs. Já, en ok, hvort þýðir ágætt, fyrir þér, hvort þýðir ágætt gott eða allt í lagi? Allt í lagi. Já, eða ekki? Jú. Ef ég fæ bara eitthvað að gera próf og bara þetta var ágætt. Svo já, þessi plata var nú alveg ágætt hjá þér. Já, einmitt. Já, takk fyrir það. Heyrðu,
Hvort myndir frekar selja bíliðin einu sinni í mánuði Já. eða vera alltaf með páfagauk á öxlinni? Sko en þú veist ennum við eigum 2 bíla. Bara bílinn sem að þú notar, þú Já. þarft að selja hann einu sinni í mánuði. Og það er ekkert eitthvað, þú veist, hann er ekkert að hanga á sölu, skilur, þú selur hann alltaf, Já. en það er bara svona maus. Já. Ég hugsa að ég myndi bara alltaf leyfa að ég frænda á bílamiðstöðinni selja hann þannig ég væri bara að græða peninga því. Nei, þú verður að selja hann. Já. Þú verður bara að setja inn bara bílar til sölu, bara það hittu, hvað sem má ég fá brúðgerðar? Það er pirrandi, sko. Þetta er bara maus, en þetta er einu sinni í En mánuði. það er satt maus líka hvað ég verið að helluleika með páfagauk á öxlinni. Á ég að mæta bara okkur fund bara með einhverjum kunna, bara heyrði, við erum að taka garðin í gegn og ég er bara með páfagauk á öxlinni. Flass. Rístur bláar páfagaukur. Ég er því bara að selja bílinn. Einu sinni í mánuði, Já. for life. For life er svakalega. En, Nei, ok, segjum- en þá er ég samt með páfagauk á öxlinni for life. Nei, segjum 25 ár. Af báðu. Páfagaukur vera 25 ára. Og ég mætti ekki drepa hann. Nei. Og þú, ég ætla að sko gefa þér það að þú mátt, þegar að þú leggst upp í á kvöldin, þá máttu taka hana þér. Þannig að þú ert ekki bara eitthvað að sofa með hann og þú ert ekki skilur En þú veist, ég vakna bara að setja hann á mig og bara fer út í daginn og svo bara skutt í leikskólan bara með páfagauk á öxlinni. Já. Já, en þú veist, svo var þetta eitthvað svona fyndið í svona 2 vikur. Allir eitthvað svona, nei, sjá, hann er alltaf með páfagauk á öxlinni. Svo er þetta bara, Þú hvað ert er bara í að jarðarför. gæjanum? Þú ert bara í jarðarför. Páfagauk á öxlinni. Já, Og það er bara... hvaða frængu minni? Hörpu. Ok, og ég er með páfagauk á öxlinni. Já. Ok. Og þú bara fremsta bekk. Og þú bara... Ég myndi selja bílinn, ég myndi bara að gera það. Þú veist, ef þú pælir í þessu, skilji, ég myndi bara taka 1 dag í mánuði í þetta. Þetta er basically bara að missa 12 daga á ári. Já. Ok. Ég meina það er svona lítið vesen, skilur það? Já, það er minna vissin en að vera með hann alltaf á öxlinni. Ok. Hvort myndir þú frekar grilla allan mat sem þú borðar? Já, Mátt ekki fá í millimála en eitt. Bara ef þú ert svongur, þú þarft að grilla matiðin. ok. Og þú þarft að grilla hann. Já. Þannig að þú ert að fara skilur bara til útlanda, þú ert að taka með svona lítið grill, skilur. En má ég, þú veist, þess að það er til svona Blackstone grill, skilji, sem er svona eins og panna. Þannig að það er gas og þú veist, þú getur... Nei, ef þú ert heima hjá þér þá verður að grilla úti. Já, ok, ég er að tala um það, það er úti, sko. Og býtu, hvað mennur það? Það er ekki rimlar að því. Já, jú, nei, þetta verður rimla, þetta er alveg Ok, grill. en ég má ekki vera með pönnu á rimlunum. Ég bara svona að vera viss, hvað þetta liggur. Ég má vera með pizza, gæja. Já, ég ætla að leyfa pizzagæjan, en pannan Ekki er panna. ofnæs. Ok. En má ég grilla hvað sem er í pizzagæjanum? Eða bara pizzu? Þú mátt grilla hvað sem er, þú mátt grilla egg, skilur. Ok. En þetta er bara maus að þrýfa þetta og Já. þú veist, bara úti í -5, skilur. Mhm. Eða ég er búin að gleyma einu. Eða reyna að kýtla alla sem þú talaði við í meira en 5 mínútur. Sem ég tala við. Allir sem þú talaði við í meira en 5 mínútur, þú reynir að kýtla það. Og bara svona full on. Ég er ekki bara eitthvað svona ég er bara hoppa á þig og reynir bara að gíla. Bara ef þú hittir eitthvað og þú þarf bara að vera með bara timer, þú veist, og reyna að halda samtalin í meira en 5 mínútur af því annars byrjar það bara. Ég er svo gílinn maður. Ok, en mætti ég ef ég fyrir á klósettið og kem aftur byrjar að tala um að nýta. Já, bara ég bara eða fattur það, bara alltaf 5 mínútur fresti. Fara bara 4 mínútur fresti. Já. Já, ég ætla ekki að lifa það. Og 4 mínútur og 59 seg. Já. Til þess að óþægilegt að maður gleymi tæmendum aðeins. Og svona, og byrjar að kýtla og ætla svo einhvern veginn að ætla klóstið og koma svo aftur eitthvað og láta svo ekkert hafi gerst. Eða grilla allt, sko, það er alveg líka smá þreytt, bara, viltu eitthvað morgumat? Ég er að fara að grilla. Ég er ekki bara að fara til útlanda, skilu, þú þarf alltaf að vera með eitthvað ferðagrill með þér. Já, en eru allir aðrir, já, má ég elda fyrir, þú veist, fjölskyldura mína inni, ef ég borða ekki? Þú mátt ekki elda, nei. Ok. Þetta er svag, en má ég, þú veist, má ég gefa strákunum jógurt? Það þarf ég að grilla það. Eða fattar það, þú veist, ef ég er að vakna með þeim og fara með í leikskólan Já.
Má fara Já, ok, þú mátt gefa börnunum að borða. Ok. Ég er svo fáránlega... En ef ég er að fara að labba með skálina þeirra í vaskin og dett og hellið því öllu upp í mig, má ég kynkja því að? Þá þeirðu. Ok. Vá, maður, þetta er ógeðslega erfið spurning fyrir mig. Og það, þú veist, það er ógeðslega, það er næs að grilla. Já. Það er alveg þreytt að vakna bara 7 og fara að grilla sér morgumat. En myndi maður þetta ekki finna einhverja leið að vera bara með eitthvað svona... Ég líka bara að hitta einhverja kalla í einhverju námu, þú ert að ná í eitthvað sand eða eitthvað skiluru og bara, þetta er Benni, já, sæll Benni, og svo svona dettið eitthvað smáflug, varst þú ekki hérna, og svo bara, já. Ræðstu á hún og kíkja, 16 gröfukall. Ég yrði bara, jú, ég myndi bara grilla fyrir alla vikuna. Máttu ekki. Má ég það ekki? Nei, máttu ekki mýlprepa. Fuck, það ég verð bara, ok. Já, ég er þess að velja grilli, sko. Ég myndi bara reyna að borða bara eina máltíð á dag. Já, ég myndi hugsa að það væri örugglega best, sko. Já. Taka bara eina risamáltíð. Eina risamáltíð og ég get ekki verið bara, og maður er alltaf svo var sig, bara fuck, ég er að fara að byrja að kýtla þá. Þú veist, mér langar ekki neitt, en ég er að fara að byrja að kýtla þessa kalla. Eftir smá stund. Og þú veist bara, þú veist, ef við erum bara 4, er ég ekki bara að fara að ráðast á það alla. Þú bara reyna að kýtla þá. Jú, þú bara verður að gera það. Já, ég myndi þá velja grilla. Þú grillar allan mat. Já, okay. Mér finnst gott að grilla. Eina vissin sem ég hugsa er þú veist, til dæmis ef ég er með Lukas og er að fara að grilla, skilur þá verður ég bara að taka hann með mér út. Bara í -5, bara. Nei, þú getur haft hann bara, ertu ekki með svalir? Jú. Bara hefur hann akkurat hinum með svalahöruna. Já. Það er ekkert vesir, maður. Þú hefur hann bara akkurat hinn með svalahöruna. Meðan þú ert út að grilla morgunmatinn. Hvað er það bara að kýtla það? Já. Gruglaði? Nei, já, ég vil það. Ok. Það voru góða spurningar. Já, takk fyrir, þá var þetta komið. Þetta var í búið Domino's. Domino's. Já, það voru þetta erfiðar. Þetta voru með þess að góða spurningar. Takk. Þetta er allt svona óhentugt kjaftaði. Hvað ertu að fara að gera páskana? Ég er eiginlega ekki með neitt planað. Ok, ætlar að taka bústað eða kannski bara ekki neitt? Ég var alltaf til í bústað, ég er ekki búin að pæla í þess að. Nei. En þú? Við erum farið til Flórída. Já, sí. Já, ég er mjög peppar fyrir því. Kannski maður skellir sér bara líka. Þið eru meira velkomin. Það var ekki geðvikt, en við erum ekki að fara að gera. Nei. Já, og þeir að fara að vera á einhver rosa næs svona stað, eða ekki? Jú, bara eitthvað svona, já, eitthvað bara svona hús. Gæstan. Já, gæstan. Nei, já, við erum mjög peppuð. Amma Söru eða ekki líka? Jú, Amma Löfi kemur með. Já. Það er algjör stemming. Og hver eru með Sofíu, Pétur? Nei, ræktandinn ætlar að vera með hana. Ok, já. Geggjað. Hún er algjör meistari, sko. Hún verður líka með bróðurinnar. Já. Já. Er páskaspurning, ertu páska ekki að kall? Sko, ég hef ekki verið það í gegnum tíðina. Nei. En það er bara komið á svo mikið að góðum páskaeggjum. Já. Það er búið að uppa þetta game svo mikið. Það kom eitthvað, já. Ég keypti með páskaegg daginn og ég borðaði það. Já, það er með, hvað var það? Það var með saltlakrís og karmelukurli. Já. Ekkert eðlilega gott. Já. Ég hef líka almennt ekkert eitthvað mikið verið fyrir það. Ég var meira svona fyrir féluleikina. Við vorum líka tengdóðum helgina. Já. Og þau gáðu krökkunum eitthvað svo lítil páskaegg og þau vildu bara láta fela þau aftur og aftur og aftur og aftur. Já. og ok, féluleikurinn þegar þú varst lítill, voru það mörg lítil egg eða var það eitt? Hvernig var þetta í Danmörku? Það var léleg egg, sko. Aha. Já, oftast var þetta eitthvað, þú veist, það var eiginlega ekkert, þú veist, það var alltaf bara svona tóm, bara svona dökk súkkulaði egg, sko. En oftast fengum við bara eitthvað frá Íslandi. Já, næs. Svo var það falið. Já, við ætlum að taka með egg út og felaði. Ég held að þetta sé ekkert eins. Gera eitthvað svona fjársjóskort og eitthvað. Já. Algjör stemming. Geðveikt. Svo bara í lokin fáðu þau bara með að pabbi búinn að borða ekki. Pabbi búinn. Þeir eru bara búin að uppa geimið þetta það mikið að pabbi gæti ekki með. You snooze, you lose. Já. Þetta er muffins. Og sjá bara, þið finna bara plastið utan af veggjónum og málsáttin. Þetta er muffins frá morgunverðarleifurinu.
Veistu hvað, gaur, það er svona ógeðslega fyndið af því að ég keypti þetta egg daginn Já. og ég borðaði það inn í sjónvarpsherbergi og svo glemdi ég að henda pokanum ég er ekki mikill svona nammi inn í kall skilur, ég bara, mér finnst súkkulaði gott þannig að ég glemdi að henda pokanum sem að var skilur við hliðir á stólunum og og ég man að ég hugsaði á hann ég fór að sofa bara, ég tek þetta á morgun strákunir ekkert fara að koma inn í sjónvarpsherbergi nema hvað að svo fyrir ég heldur ekkert inn í sjónvarpsherbergi daginn eftir og svo líður annar dagur og þá koma strákunir inn í sjónvarpsherbergi og þeir koma fram með bara páska ekki póka með fullt af nammi bara, hvað er þetta? Þetta er eitthvað eldgamalt og útið ég skal bara hendi þessu Þetta sé síðustu páska Þetta er eitthvað eldgamalt ég segi þetta alltaf þegar þeir finna eitthvað já bara, hver á þetta? Þetta er eitthvað eldgamalt Eldgamalt Bara einhver nammi slóðu þetta pappa Þetta er eitthvað eldgamalt og úldið þetta er skórið þannig að þegar þeir það er nánast að þeir fundi einhverju karmel í þetta daginn pappi, er þetta úldið? Já, þetta er eitthvað eldgamalt úldið Þetta er eitthvað eldgamalt ógeð maður Ég skal taka þetta Ég skal bara hendi Já, fyrir mig þetta út í bíl og hendi sem við erum ekki að hafa þetta hérna á þessu heimili Þetta er eldgamalt og ógíslegt Það er þetta geðvitt triks Hvað er að koma? Rífa sig Veit það ekki, hitt að kíkja Hvað er ekki komin að? Hún er þetta versti varðhundur bara allra tíma sko. Já, ég kom heim í gær klukkan 11 eða eitthvað Það er engin úti Ég kom heim klukkan eða 10:30 eða eitthvað Hún var sko steinsofandi og hún rumskaði ekki við það að ég kom heim og bara upp í rúmi bara í góða heiminum Vel kósi Ég fór upp í rúm, hún vaknaði ekki eins og við það sko. Herri, mér langar líka að tala Platans Þormós kom út Já, einmitt Meira Já Einmitt Platans Þormós er komin út og það örugglega hefur ekki farið fram hjá fólki Ég fór í fermingu í gær hjá honum Erik Sjáttu hann, kóngurinn og þar var fólk að tala að þau voru búin að hlusta plötuna og hvað hún var góð það er stemming fyrir henni sko. Já, ógeðslega gaman líka, bara nú er ég búin að gefa út þessum, ég gaf út með Kristmundaginn og svo þetta bara 2 lög á mánuði ógeðslega gaman, ég ætla líka að segja að meira lagið var sko ég var bara að færa þetta já, það var samplað af undir þínum áhrifum það var mín hugmynd fyrst sko, að ég vildi samplað það lag, að gera það lag að prófa það fyrir einhverju svolítið síðan og og við prófum að gera það og svo höfðum við samband við Stebba í endan og hann var ekki til í að leyfa það út af fortíðinni á mér og honum þjóðatíð Ná, sko, hann og Inga voru eitthvað sko, fyrir einhverjum mánum sko. Og hún valdi á milli mín og Stebba sko. Í alveg? Já, en hann ekki voru giftur bara í 20 ára eða 30 ára eða eitthvað? Jú, það var, jú Ok, við verðum kannski að Nei En já Þetta er kjaftaði, algjört kjaftaði En já En hvað er ekki kjaftaði í þessu? Það er að ég vildi gera þetta lag. Þú vildi sampla. Já, og það er samplað, þess að takturinn er samplaður úr laginu, við fengum leyfi fyrir því, en það átti að vera ein setning sem ég er undir þínum áhrifum í dag, í viðlaginu, sem er síðasta setningin. En það er sko, fyrir honum þetta er náttúrulega mjög persónulegt lag. Já, hann er bara með sampla lagið en ekki textan. Já, ok, mikilvægt sens. Þannig að, og hann var ekki Ingu. Ekki svo vitir? Nei, ekki svo ég viti allavega. Já, ég er ógeðslega ánægður með þetta, mér finnst það ógeðslega gaman og líka bara með Úlf að gefa út lag með þeim, ég náttúrulega hef gett lag með Helga áður, en þú veist, þeir náttúrulega voru sko, þeir fengu mig til að hita upp fyrir sig. Alveg rétt. Bara fyrstir. Hvar var það? Það var á Gauknum. Já. Og þú veist, ég var bara að gefa út Geð mér einn. Já. Bara eitthvað kannabislag. Þú veist, og hittaði fyrir þá. Stoppum aðeins þarna af því að þú veist, fyrsta lagi legendary að gera lag með Úlf, ég elska Úlf en pældi í því hvað við erum þú veist, hvað senan er komin langt núna af því að sko, þeir héldu tónleika þarna hvað er þetta, 2016, 17 já, 2017 Úlfur halda tónleika á Gauknum þeir eru bara stærstir á þessum tíma halda tónleika á Gauknum Gaukurinn hér
Þetta er hérna þetta er húrra. húrra. Já, auðvitað. Já, þetta er húrra. Það var aðeins stærra. Já, það en meikar það alveg var samt sens. ekkert eitthvað huge. Nei, einmitt, en bara... þú veist, 150 manns eitthvað. En núna, þú veist, og ég man til dæmis eins og þegar við gerðum hérna á svipum tíma, gerðum við Gamla bíó, Já. sem er örugglega svipað stór venue. Og húrra. Kannski aðeins stærra. Já. En allavega, það þótti mikið tiltökumál. Það veist, við vorum alveg svona mjög stressaðir með að gera Gamla bíó. Já. En núna einhvern veginn, þú veist, það eru svo miklu fleiri sem hlusta, miklu fleiri Algjörlega. sem að köpa með, miklu fleiri sem að koma á tónleika. Algjörlega. Þú veist, menningin er einhvern veginn bara önnur, líka kannski bara því við erum mútið eldri, þá Já. er fólk með meira á milli handana. En já, þetta er svo sturlað að það... Já, sér hann líka bara fólki sem var að hlusta á okkur og búið að þroskast með okkur, skilur, og já, ég man að það var alveg svona huge fyrir mig, sko, ég var skítræddur, sko, og það var einmitt hann að frængu mín að koma upp, meðal annars Harpa, Já, hérna, sem ég var í jarðarförinni, sem er lifandi í dag. Já, þessi þáttur er tekin upp á mánudegi, 23. mars, hún er lifandi. Hún er þetta lifandi. Hérna, og þú veist, og ég man að ég fekk peysu og eitthvað svona dót fyrir að spila, skilur, og bara mér varst þetta trillt, og það var eftir þetta sem ég bað Helga að hoppa á einin stráku lagi. Já, einmitt. Og eftir þetta fekk Gauti mig líka. Já, hvað var það? Það var á samastað. Ok, húrra var geðið venue. Já. Ég held hérna... Hvað er þarna núna? Jú, það kom eitthvað, var ekki eitthvað Gummi Ben sportbar og eitthvað. Alveg rétt, jú. Ég veit ekki hvað það sé hvað þarna núna, eða það er örugglega eitthvað þarna. En já, ég held hérna Hetjun og hverfinu útgáðtónleikana þarna. Aha. Já. Þú varst pottþétt að spila það. Já. Jú, ég man þetta í. Jú, ég man þetta í. Og ég hittaði fyrir Emil Stabíl hana. Og ég spilaði á Stage Dive Festivalana, fyrsta gigi mitt, ég fikk 15 árs kél. Lítið kél, vá, það er þrefalt meira eldur en ég fekk fyrir fyrsta gigi mitt. Aha, já, var örugglega aðeins seinna. Já, ég fekk 5.000 skall, það var á ársætti Hörðóðsskóla. Það, 5.000 5.000, kall. sendur reikninga það? Borgaði vantilega skatt af þessu? Þetta var svona 3.200 í vasa. En já, ég mitt á plötunars nýju, hans Þormóðs, Já. þá segi ég, komin í leikinn og þekkti ekki neitt, það var ekkert frátekið plásir, 5.000 kall fyrir sjóið var prísin, það er ekki svo sjáið á mér. Já, það geði glína. Ég líka, já, maður það fyndið þegar maður er hugst tilbaka, mér varst 15 skall styrla, sko. Ég ætla að sagt frá þessu podcastinu að ég var bara eitthvað, shit, hvað ég gera við þetta maður? Ég meina, ég líka, þegar ég fekk 5.000 skall fyrir sko 20 mínútur, ég sé bara, wow, það er bara 15 skall fyrir klukkutíman, sko. Já, Það er rögglega pay. Já, en í dag myndir ekki einu sinni fucking svara símtali fyrir 5.000 skall, sko. Jæja. Ekki séns, sko. Já, bara fyndið hugst tilbaka, sko, að einhvern veginn, sko. Hvað ert þú að rauka fyrir 20 mínútur í dag? Ég er að klára minn sög hérna. Ég er, hérna, að þeir einhvern veginn Já. sem að maður leiti upp til og þeir voru svona stærsti, skilur, ég man að það gaf mér svo mikið svona fucking vilja og trú, skilur, bara ok, ef að þeir trúa á þetta, skilur, fyrst þá Já, á maður að gefa meir í þetta. algjörlega, ég man ég upplifði það með ERP, Já, þú veist, þegar ég var náttúrulega bara eitthvað í MK, ekki búin að gefa neitt út já, og senda á hann bara eitthvað texta sem ég var að gera, bara eitthvað, viltu hoppa á þetta? Ég var ekki eins og með lag, ég Já. sendi hann bara texta. Þannig að, takk þetta upp og hérna, skoðum þetta eitthvað. Ég fór tók þetta upp, viltu hoppa á þetta? Þannig að, kannski bara gerum bara eitthvað nýtt. Ég bara, ekki að þetta. En þú veist, bara það að hann hafi svarað, fattur þú skilabóðunum. 100%. Já. Já, ég man bara að þetta, já, var alveg hjút, sko. Úlfur eru með tónleika núna í... Austurbæbjó. Já, í apríl. Já. Þeir voru að segja þessi 50 miðar eftir. Já. Þannig að, hérna, og ég fór á, hérna, Úlfúlf tónleikana í Gamla bíó í fyrra. Það var Já. geðveitt. Ég er mikill Úlfúlf maður. Vonandi fæ ég að spila með þeim meira lagið Já, einmitt. og þú átt líka að laga með þeim. Aldrei að vita nema ég, kannski kikið hana í eitt vers. Ef það er budget fyrir því. 5.000 kýr. Við múskir. Herrim, ég var að spá. Já. Henda þér í, við varum síðast með hana Common Knowledge íþróttir. Núna bjóð ég til Common Knowledge klámiðnaðurinn. Ég er að djóka, ég er með Common Knowledge fótbolti. Ok, og er þetta bara heitirgaurar eða? Þetta er eiginlega bara heitir gaurar, sko, Ok, þannig að ég er svona með grunar, Engar rúnispurningar á mig. engar rúni. Ok, Já. hvaða landslið hefur unnið HM oftast? Þetta er Það er England. Lókasvar. Nei, Djöfull. þeir eru að unnið einu sinni held ég. Er það? Já. Hvað Þeir voðalega? eru ekki unnið þessi 1968 Í eitthvað. alvörunni?
Ok, þetta er vantilega Spán. Þetta er vantilega Portúgal. Þetta er ekki Evrópu. Þetta er ekki Evrópu. Portúgal er aldrei unnið HM held ég. What? Hvað er þetta bara Kína? Nei. Þeir hafa aldrei unnið HM. Byrju, nei, ég var svolítið að djóka með Kína, sko, en byrju, er þetta land sem eru unnið HM í fótbolta oftast og er ekki í Evrópu? Já. Þú ert eitthvað að rugla í mér. Nei, ég er ekki það. Ég er bara að hugsa hvað er út fyrir Evrópu. Það er Asía, það er Bandaríkin, það er ekkert meira. það er Ástralía. Gaur, what? En er ekki Evrópa langt best í fótbolta? Sko, þeir eru með langbestu liðin, sko, en það er oft bestu leikmenn í heimi er oft frá þessari heimsálu. Afríku? Nei, ekki Afríku. Jú, líka, en þeir hafa ekki unnið HM. Gaur, what? Ok, ég gefst bara. Frá hvað heimsálu er Messi? Er hann ekki frá Evrópu? Nei, hann er frá Argentínu. Er það ekki í Evrópu? Er það ekki að tjóka? Hvað er Argentína? Nei. Suður Ameríku? Já. Já, gaur. Ég var að setja þetta saman hatt. Ég var bara, ok, Brasilia og allt þetta dæmi. Nei, hann er frá Brasilia. Það er Brasilia? Já, þeir eru henni 5 sinnum. Suður Ameríka? Já. Einmitt. Vá, hvað ég breinfart. Þetta var alveg breinfart. En geðveikt fyrir mig. Ég hefði þetta að segja bara England og svo bara næsta spurning. Ég gæslega gróf mig. Það er í Evrópu. Það er klippa. Ok, Eiður Smári. Í hvaða liði spilaði Eiður Smári með brasilíska Ronaldo sem er bara eitt besti framherji allt tíma? Þessi aðeins smá dýp kannski. Er þetta deep cut? Smá deep cut. Með hvað sér, brasilíska Ronaldo. Ok, hann spilaði með Ronaldinho eða ekki? Jú, í Barcelona. Já, í Barcelona, FC Barcelona. Ok, ég veit 2 lið sem að hann spilaði. Það er FC Barcelona og Chelsea. Og ég ætla að segja að það hefur verið Chelsea. Nei, það er ekki rétt. Var það FC Barcelona? Nei, það var PSV í Hollandi. Hvað er það? Þeir tveir voru keyptir og þá var Ronaldo 18 ára og var talin eitthvað efnilegasti leikmaður í heimi og Eiður Smári 16 ára var talin efnilegasti leikmaður í Evrópu. Og svo fótbrotnaði Eiður Smári í 2 ára og kom svo til Íslands og fór svo aftur út og var the goat. En er þetta bara common knowledge? Bara, já, nei, þetta var smá deep cut. Já, ég held samt að ég held alveg að margir veit þetta. Uncommon knowledge. Já, þetta er kannski common knowledge hjá einhverju sem veit eitthvað um fótbolta. Hverjum snilling. Ok. Hvar er næsta HM? Þetta eru 3 lönd. Ok, það er Bandaríkin, Kanada og Mexiko. Þú ert yndislegur. Já, er þetta ekki rétt? Það er rétt. Yes! Þú ert yndislegur. Það var geðveitt að fara. Draumurinn minn. Það er búið að bjóða mér að fara. Er búið að bjóða okkur að fara? Það er búið að bjóða mér að fara. Í alvöru? Já, held ég mér þess að loka leikinn. Nei. Jú, Coca-Cola er að sponsa HM. Er búið að bjóða okkur félagunum að fara? Við gætum örgulega farið, sko. Getum við please? Hvenær er loka leikurinn? Má ég sjá. En er ekki eitthvað smá skrítið að vera að fara bara á einhvern risastóran íþróttaleik á HM í Bandaríkjunum þegar það er bara stríð í gangi eða? Er það ekki smá eitthvað svona easy target eða? Nei, það er langmesta vörnin þar maður. Aha. Það var líka, mást ekki þegar að EM var í Fraklandi og nýbúið að sprengja allt upp, skilur. Ég var þar. Galvaskur. Já. Þetta er 19. júlí 2026. 19. júlí, hvaða dagur er þetta? MetLife Stadium. Er þetta helgi eða? 19th. Í MetLife, hvað er það? Jú, er þetta ekki Newark? New Jersey? Ég veit það ekki. Það sé á sunnudagur. MetLife Stadium. Ég er að googla þetta allt hérna. Já. MetLife Stadium er New Jersey. 82.000 manns. Veistu af hverju ég veit að þetta sé New Jersey? Það var eitthvað kleinur hingað samkoma þarna. Nei, það er bara því við vorum að skoða þetta út frá að fara til Atlantic City. Aha. Og taka leikinn líka. Sko ég allavega væri feitt til, sko. Já. Það væri rosalegt. Ég skal kanna málið. Úrslitaleikur HM. Þetta er huge, sko. Já. 19. júlí, þetta er, ok, 18. Sunnudagur. Ég man ekki hvort sé að spila þarna 18. eða hvort þú séum á Spáni. Það er bara beila það maður. Herru, 10 leikjæðastu leikmenn íslenska karlalandsliðsins ever.
10 leikjahæstu. Já, nefndu, ég skrifaði 6 en ég ætla að breyta í, nefndu 5. Ok, nefna 5 af leikjahæstu fótboltagaurum fyrir íslenska landsliðið. Já. Það er Eiður Smári Guðjónsson. Já. Eiður Smári. Eiður Smári Guðjónsson. Eiður Smári Guðjónsson. Ég ætla að segja Gylfi Sig. Ég ætla að segja Hannes. Er hann ekki á topp 10? Nei. Ok. Þú klúrar einu sinni, þú mátt ekki klúra aftur. Ok, ég má ekki klúra aftur. Þá ætla ég að segja Það sé Eiður Smári Gylfi. Já, Birki Bjarna. Já, hann er númer 1. Ég ætla að segja Sko Eiður og Gylfi er númer 9 og 10. Ok. Aron Gunnarsson. Já. Hvað eru konum með marga? 4 og 1 gisk og 1 viðbót. Ég ætla að segja ég ætla að segja Alfreð Finnboga. Fuck, nei. Klúraði þig. Þú klúraði þessu, drullaðir út. Hverjir er þetta? Húsið var undir. Drullaðir út. Þetta er Birki Bjarna, Aron Einar, Rúnar Kristinsson, Birki Már. Ég veit ekkert hvað mennir þetta. Birki Már hægribækurinn, hann var í Val. Birki Már og Rúnar Kristinsson. Rúnar Kristinsson, hann er þú veist, eldri. Já. Jóhann Berg. Já. Raggi Sig. Ok. Kári Árnason. Ok, Kári Árna að fara að játna eða eitthvað. Já. Ég veit þetta. Kári Árna farið að játna. Er það ekki? Var þetta ekki eitthvað í Dóttur fútból einhvern tímann? Ég veit Ég veit það ekki. Er ekki Rúnar Kristins stúkan hristist? Hefur þetta? Það er þetta geðveitt. Nei, ég hef heyrt það. Hann er þjálfari fram. Svo er Hermann Hreiðarsson. Já, það er minn maður líka. Hermann Hreiðarsson. Já. Hvað, þú ert búin að vera með... Ég ætla að segja í hverfinu. Já, þú ert með 1 af 4. Er hann í hverfinu? Ég held það. Hermann Þú kíkja á hann? Hermann Hreiðars. Já, það tekka á hann. Ok, þetta er eitt smá svona, þetta er kannski aðeins dýp. Nei. Paolo Maldini er á mörgum talin besti varnarmaður í sögunni en hann spilaði aðeins fyrir 1 lið allan ferilinn. Hvaða lið var það? Argentína. Nei, ekki landslið. Ok. Og svo er aukastig hversu marga leiki spilaði fyrir liði? Hann spilaði Paolo Maldini. Hann spilaði fyrir AC Milan. Já, það er rétt. Nei! Jú, Hvernig ég hugsaði að það væri bara eitthvað þú að tróða inn í einhverjum AC Milan-gur. Og hvað spilaði hann marga leiki? Það er aukastig. Hann spilaði 67 leiki. Hann spilaði 902. Þannig aðeins frá. Ok, ég er með 2 rétt. Hver er markahæsti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi? Það hlýtur að vera Eiður Smári Guðjónsson. Nei, jú, ég segi Eiður Smári Guðjónsson. Það er rátt. Og hver er það? Gylfi Þór Sigurðsson. Ok. En þetta er samt, Eiður Smári er samt hann í kring, sko. Þeir eru hann að... Er Gylfi búinn að spila lengur en Eiður, eða? Er mismunandi stöður eða eitthvað? Þeir eru mismunandi stöður, en Eiður er sko framar. En landsliðið er bara miklu betra núna. Meðan Gylfi var, skilur. Já, ég skil. Gylfi spilaði 84 leiki, skoraði 27 mörk. Eiður spilaði 88 leiki og skoraði 26 mörk. Þannig 1 marki undan. Ok, og hvað er pyrrandi? Já. Það er ekki Eiður að henda sér í treyjun aftur og ná 2 viðbót? 48 ára. Já. Jú, eða ekki? Hvað mennur okkur sagði það svona? Nei, ég var bara að taka fram, ekkert sko, ég var bara að taka fram að hann var í 48 ára sko. Ekkert. Svona tónn í þessu? Nei, bara, já, ég veit það svona, já, hann ætti að gera það, 48 ára. Og það hann verið 48 ára núna í lókás. Það var smá tíma til undirbúið sig. Hvað heitir fótboltaliði sem Ryan Reynolds á? Það heitir Wrexham FC og það er bónustig fyrir þann sem á liðið með honum og það er Robert McElhenney. Ok, þetta er þetta vel gert. Er það ekki? Þú fyrst aukastig. En veistu okkur ég veit þetta? Það er bara því að ég elska Óli Sönn í Philadelphia og Rob McElhenney, hann skrifar þættina. Gerði þættina með Charlie Day og Glenn Howerton. Þetta er, núna ertu komið með 1, 2 3, ég var með 2. Já, 3 og þú fyrst aukastig. Nei, ég fekk ekki aukastig. Jú, 4. Mér finnst þú að skilið út á svo yndislegur. Takk, og sætur. Já, og sætur líka. Hvað er klukkan? Hún er 12:12. Ok. Já, hvað einkenndi úrslitaleik HM 2006 þegar Ítalía vann Frakkland? Það voru óeirðir. Það voru óeirðir á götum úti. Nei. Ok, já. Þetta var þegar Zidane skallaði Materazzi. Heyrðu. Og fekk rautt spjald. Ég sá þennan leik. Þetta er bara 1 af 5 leikjum eða eitthvað sem ég séð. Já, þetta var svakalegt. Já. Þetta var síðasti leikurinn hans á ferlinum. Já. 34 ára, úrslitaleikur HM. Já. Skallar Materazzi, fer út af liðans tapar og hættur. Úff.
Það er hræðilegur endir. En var þetta snemma í leiknum með það? Ég man það ekki. Ég held ég hef verið heima hjá Magnús og Pétri eða eitthvað og leikurinn hafi verið í gangi og ég sá bara dusch. And then when did Zidane get red card? Ég vona að sé fleiri en ég sem að vita ekkert fótbolta og sína mér samúð. Já, ég líka, þú veist, það þurfa líka ekki allir að vita hvað er í Evrópu og hvað er annar, þú veist, og hvað er í Asíu og Afríku, það er bara aðrir sem sjáu það, skilur, það er bara einhver landfræðingar, skilur, sem geta bara séð það. Já, þú getur bara hoppa og skoppa og öskra kópus. Heyri, þetta var 110. mínúta í framlengingu. Já, ok, þá samt skiptir þetta engum máli. Það voru 10 mínútur eftir og svo töpuður á vítaspyrnu. Já. Það voru 10 mínútur eftir og þeir töpuðu vító. Já, en ég segi þetta hefði ekki endilega áhrif á leikin, þetta var ekki bara eitthvað á mínútu 5, skilur. Nei, þetta er samt fyrirliðið þeirra. The GOAT. Já, ég myndi alltaf velja að fara svona út frekar en öðruvísi, sko. Eða það, frekar en að vinna þetta bara. Já, þú veist, leikurinn er tapaður, eða ekki? Já, nei, það var jafntefli. Var jafntefli, já, ég er kannski ruglaður, en ef þetta væri að vinna þennan leik eða skalla gæjan sem að sagði eitthvað um mömmu mína, ég myndi skalla gæjan. Alltaf. Já. Þetta er eina ástæðan fyrir að Árni var ekki atvinnumar í fótbolta. Já, þetta var eina eins og minn akkilesar hæll, ég er sterkari ætlutiskennt og hefningjall. Já. Er búið, en ég er með eina auka. Var þetta búið að Hagkaup? Sem ég myndi. Nei, jú, þetta var búið að Hagkaup. Já. Hagkaup, það sem okkur, persónulega, mér og þér, finnst skemmtilegt að versla. Já. Það er eina auka spurning. Já. Það er fjárfestingarsjóður sem á fótboltaliðið Birmingham. En það er frægt andlit sem frontar það og er andlit klúbbsins svona sem eigandi. Hver er það? Mjög frægur. Og það voru Íslendingar sem voru að spila þarna. Þetta kom oft í fréttir á Íslandi. Ég er bara ekki hugmynd, sko. Eitthvað frægt andlit sem er að fronta einhvern fjárfestingarsjóð. Já, sem er byrjað andlit klúbbsins, skilur. Og það var alltaf að tala um eitthvað svona, segjum að þú ætti klúbbinn og var Alfons Samsteð var að spila þarna eitthvað. Já. Það var eitthvað Árni sparkar Alfons. Það var Tomatius Bradius. Tom Brady. Já, ok. og sko þetta er svona content sem ég býð upp á. Ef fólk vil fleiri svo auka spurningar. Pókar í veislustjórnir. Ef fólk vil fá svona content í veislustjórnir eins og þess að síðu spurningur, bara sendið mér skilaboð og þú veist það er bara ekkert mál fyrir mig að koma með fleiri svona og líka fólk hefur kannski haldið, ég hefði bara sagt Tom Brady's en ég ákvað aðeins að gera fyndið og ég sagði Tomasius Brady's. Ég skildi ekkert hvað þú veist það. Og þú veit, þið sáu það, hann var alveg í ruglinu og þetta var svo fyndið. Já, þetta er svo fyndið. Er þetta ekki bara fín lóka orðið? Jó, ég held að. Já, taka þakklættur svona í lokin. Já. Fyrir hvert er þakklættur? Þakklættur fyrir þig. Já. Fyrir Sofíu, fyrir Ingu, fyrir Hauk, fyrir Lúkas, fyrir tónlistin sem við erum að gera. Fyrir að fá að geta gert tónlist. Já. Ég er þakklættur fyrir, ég er að fara á æfingu. Ég er búin að vera í svolítið in a rut þar, ég er ekki búin að ræfa, en ég er frá æfingu. Já, það er mikilvægt að hvíla. Mikilvægt að hvíla í 22 vikur. Já, það er oft mikilvægt að æfa. Ég er að fá æfingu með krumma. Við býra ekki eitthvað mamma. Já, ekki þínum krumma. Nei, hinum krumma. Sem að reyndar, ég kynntist fyrst. Aha, þannig hann er uppáhalds krummið. Hann er ofar í Erðarsson. Er þetta þá enga tími eða? Já. Vil tjöna það? Nei, ég þarf að frá vinna. Já, flottur. Svaraði stóriðinu, flottasta teppi í bænum. Búm. Og það er. Við setjum einn á Instagrami. Já, einmitt. Þetta er á þrífóturinn er á stól og á Cowboys 4 metrar sem 4 metrar glímudínu. Já. Svona hefbundnri. Já, það hendur mér svo einstað. Já. Heyrðu, love you. Love you. Takk fyrir og þangað til næst. See ya.